þáttur 3, Þáttur 3, Gloria. velkomin að viðtækjunum. Já, eigum ekki að reyna að finna eitthvað annað sann. Já. Þú veist, allir segja þetta. Já, einmitt. Ég er náttúrulega svo sem ekki viðtæki eða hvað. Jú, Ég bara þekki það ekki. nei. Ég treysti bara allir plebbandir sem hlusta á okkur og plebbur séu með hvað heitir þetta frá Apple? AirPods. Velkomin í Já. AirPodsin. Einmitt. Já, er það ekki? Jú, við göngum bara út frá því. Já, algjörlega. Það eru þriði þáttur. Já. Þetta er að hafast. Já, við erum konum með hvað? 30% af þessari fyrstu seríu. Já. Og já, með þættinum í dag, já. Já, og við byrjum að byrta tölur í 15 þætti, hvernig okkur gengur. Ok. En það væri mjög vel þegið ef einhver hefur gaman af okkur að fara í smá svona challenge við sjálfa sig, út fyrir það eindaramann, að taka þáttinn og senda á random, eitt random í hverjum vinahópi. Já, það er gott challenge. Já, ég gerði það, Já. ég sendi á systur ömmu minnar. Já. Hún er ekki talandi á Facebook. Það er samt ekki það random. Þú þurftir eiginlega bara að finna einhvern. Já. Og bara, þú veist, bara einhvern, kýrta generate. balda út í bæ, sko. Já, bróðir Ásgeirs Baldurs. Já, Frá Ísbjöla út keyri balda. Herðu, nei, þetta gengur brákillega. Ég Já. heldur sem að fá ágætis feedback. Já. Ég var staddur fyrir austan síðustu helgi og fekk þar hringingu frá einu hlustanda, satt með honum í flugi. Já, hann hringdi ekki í mig, hann bara svona gaukaði að mér. Já. Og honum fannst efnisviðurinn ekkert sérstakur. En hann sagði kemistriðan er svona eins og hrákasmíð af rússalerki og evrópulerki. Já. Og það er hrós fyrir austan. Einmitt, já. Héraði, það er náttúrulega skógræktinn. Trjáræktendu þar. Já, þannig að, og eftirspurn eftir lerki á Íslandi. Þannig að það sem ég las í þetta er að við erum bara á fínni leið. Já. Þótt hann hafi ekki haft minnsta áhuga á efnisvali. Þetta er bara honor að fá að heyra þetta. Já, þannig að við tökum því. En þú varst með einhver feedbacks sem að þú vildir ekki segja mér bara fyrir inn í þættinum. Já, það var meðal hans þetta, því ég var ekki viss hvernig þú myndi taka í skógræktarreffana. Nei, ég dýrka skógræktina, Já. þú veist það vel. En hitt var beintrósti þín frá manni og Mosó. Nú? Og hann sagði að þú væri svo fundvís á skemmtileg fyrirtæki. Já. Og ég var sammála því. Já, takk fyrir það. Ég held að það veri nú engin undantekning þar á núna í dag. Nei, klálega Ég vona að ég bregðist ekki. Og hann var svo fleygur að segja að þú myndir hann á trufluhund. Svona góðan trufluhund. Væri að þefa upp í truflur við einhvern við. Býtu, er það... Það er hrósið, sko. Já, sko, trufluhundar, er það þing eða? Er það til eða? Já. Það er sko guldsíkild að vera með góðan trufluhund. Því að ég held að... Er það þannig sem þeir finna... Já, finna það er trufluhundar? akkurat málið, sko. Og það er ekkert hvaða hundur sem er. Hann nefndi að sérstaklega að það væri einhverja 10 tegundir sem kom til greina. Já. En þú myndir hann helst á Golden Retriever, gott. svona affectionate og með Golden Coat og... Ég er bara snortinn, ég verð að viðkynna það, á þessum fallu hlífu orðum í minn garð. Já, fundvís, Já. trufluhundur þáttarins, klárt. Takk fyrir það. Herðu, en nú í dag er þriðjudagur og við stefnum nú á það að gefa út þátt á hverjum þriðjudegi hér eftir. Já, ég hugsa það. Gáum út fyrstu 2 þættina í rauninni á föstudaginn, þó að fyrsti hafa nú komið inn á þriðjudaginn, en það var bara svona test sem að mér semnaðist vegna þess að ég kunni ekki á forritið. Já, ég Þannig fyrirgef að það. hann kom aðeins fyrr en út frá því ákvaðum við að vera bara með þættin á þriðjudaginn. Þannig að það er bara að gera að vera tilbúinn og við viðtækin á þriðjudaginn og endilega íta á follow. Þá fáið þið alltaf tilkynningu. Og gefa okkur einhvern. Við erum afskaplega ánægðir með að fólk sé að hlusta og gefa okkur einhvern. Já. En ég held að markmið þessara viku fyrir allan þá sem eru búinir að gefa okkur einhvern að taka þátt í challengeinu, Pingju challengeið. Finn einhvern fjarskyldan eða random úr vinahópnum og bara segja hæ, mér datt í huga að þú hefði gaman að þessu. Já. Og svo getur þið kannski bara bryttað upp á góða samræði við einhvern sem þú eru ekki talað við lengi. ég segi það. Ræða efnið þáttarins. Já. Það var allir skoðanir á þetta er svona smá slúður element í þessu. Já, klálega. Það hafa allir gaman að því að sjá hvað menn er að græða, sko. Já, akkurat. Ekki? Eða ekki, þannig að... Já, einmitt. Svo er það. En tölum ekki meira um það. Þú ert með skemmtilega vinkil í dag. Rétt, ég ætla að ríða á vaðið og ég tók, já, svo ekki sé minna sagt, legendary fyrirtæki. Ég tók Sambíóin. Jáhá. Og öll tengjum við það að fara í bíó. Einmitt. Enda bíóhús eiginlega út allt land. Jó. Svona í gegnum tíðina. Sum komið og farið og önnur verið til lengri tíma og það sem að
Já, kom mér svona mest á óvart þegar ég fór að skoða þetta. Þekkið þú eða kannast við stofnandann á Sambíónum? Nei. Hefðirðu fyrirfram eitthvað... Nei, þú ert ekki að kveikja beint, sko. Nei. En þetta algjört legend í bíóheimnum. Árni Samúelsson heiti maðurinn, búinn að vera í tæp 40 ár. Okay. Og eignarhald að vísu komið til erfingjana, tvekja bara sinn svona hans og dóttur. En stórmerkilega saga hans, það sem var meðal annars mjög góð úttekt 2021 hjá Sindra í Íslandi í dag. En hann sem sagt upprunnilega stofnaði bíóið í Keflavík, var bankamaður. Ég nú reyndar heyrt að því. Já. Það einhver saga. Já, ég reyndar kynnti mér hann ekkert svakalega. Það kom bara fram að hann væri bankamaður. Já. Helvíti mafjósaleg mynd á honum, góðum þarna. Já. Og einhvern veginn atvikaðist það að hann dettur inn í bíóreksturinn á samt konunni sinni og það var bara svona upphafið af veldinu sem að stendur eftir í dag. Hann komin á aldur eða ekki? Jú, ég nú reyndar ekki með aldurinn á honum en eitthvað hefur 70, myndi ég segja. Já, fínast aldur. Já, en heldri borgari. Já, en í rockstandi allavega flott. Í viðtölum og myndum að sjá, sko. Þannig að hann svona fetar sér frá Keflavík inn til Reykjavíkur og var ekkert að ganga neitt sérstaklega vel að komast að hérna, fór í gegnum Albert Guðmundsson, alþingismann, til þess að redda sér lóð og lenti þar í smá leðju stríði við... Hvað? Nei, já, ok. Já. Veistu það, voru þeir félagar eða? Já, ég kynnti mér hann, ég horfði á þetta Íslandi í dag, það var sem sagt... Já, hann kemur inn á það, Albert Guðmundsson, fyrrverandi alþingismaður, borgar, þjóðarfulltrúi og knattspyrnumaður, hafi svona greitt hans götu í Reykjavík og aðstofan eða bent honum á að sækja þessa lóð í Álfabakka þar sem svona mest iconic bíóhúsið í dag, myndi ég segja. Þetta allavega þetta sem að flestir tengja við, held ég. Þetta top of mind sem við erum alltaf að nefna. Nákvæmlega. Og fleira merkilegt með þennan mann að hann náttúrulega búinn að bransa út. Þetta ekki bara Álfabakki, þau eru náttúrulega Sambíón eru með Kringluna og eru í Keflavík og hafa verið kennt við Akureyri, þótt að ég reyndar, mér sýnist að Smárabíó sé með Borgarbíó í dag. Já. Og svo það sem eiginlega merkilegast með hann, að hann jöfur. Hann ekkert bara á Íslandi. Hann situr nefnilega í stjórn annars stærsta bíóhúsa fyrirtækis í heiminum. Já. Sem stórmerkilegt. Það þetta bara risa stórt. Já. Stór iðnaður. Var heldur með einhver 1800 sali í 10 löndum og það hlýtur að vera eitthvað eða spunni þegar þú ert rekrútaður í slíka stjórn. Já, ég myndi alltaf það. Og gaman að fylgjast þar með að náttúrulega fyrirtæki á markaði, þannig að maður kemst í alls konar svona juice, ef svo má orðið koma. En nógum Árna og hans hyski og hafur task, þannig að maður dembir sér bara aðeins í Sambíón sjálf að ég held að hafa ekkert mikið verið talað um þetta. Hvað heitir fyrirtækið? Svo við fáum það. Heyrðu, þetta Sam-félagið. Nei, Bandstrik félagið. Og það hefur ekkert mikið farið fyrir þeim, finnst mér, í einhverju svona COVID-væli ef svo má orðið komast, sem sagt margir iðnaðir eða bara svona verið nokkuð háværir bíóhúsin lentu illa í því. Já, þetta ruthless hvað þeir hafa lent í miðað við hvað mér finnst þau á lítið einhvern veginn komið fram og tjá sig það. En ef við tökum sem sagt bara veltuna 2020, 547 milljónir, 556 í það heila. Þarna klikkaður að reyna að fá mig til að gíska, sko. Já, ég er of spenntur að fara yfir þetta núna. Ég hefði nefnilega gíska á hærra, en svo náttúrulega strækaði mig núna að þetta var COVID-árið. Já, en veist hvað sennilega versta COVID-árið fyrir bíóin, 2020. Já, og veist hvað ég ætla að leyfa þér að gíska á? Nei. Tekjurnar árið á undan. Hvað drógust saman. Nú ég nefnilega búinn að sjá það, sko. Já. En ég hefði samt alltaf gískaði milljarðin. Þetta hérna 2019. 794 milljónir tekjudropp. Já, emitt. En tekjurnar 2019 voru tæpur 1,1 milljarður. Nei, 1,3. Þú ert örugglega að horfa á ársreikningin. Ég með samstæðuna. Já, þú ert með samstæðuna. Já, emitt. Þannig að það kallið minn. Emitt. Þannig að þetta rosalegt dropp í tekjum. Heyrðu. Já, við erum að prófa hérna senast að halda ítölsku balleðunni áfram allan þáttinn. En já, þannig ég dembi mér í næsta að það rosalega tekið samdráttur hjá þeim og koksið, sem sagt kostnaðarverðs eldra vara, svona nokkurt veginn hlutfallslega virðist standi í staði, þarna
tæp 53% eða tæpar 550 milljónir nema hvað, þetta náttúrulega hrikalegt þegar þú ert ekki með meiri tekjur heldur en 556 sem gerir það að verkum að EBITDAn hjá þeim er neikvæð með einhverjar 290 milljónir. Já, 300, bara 298 hérna, eða ekki? Jú. Já. Það er slök EBITDA. Já. En við verðum náttúrulega að taka mið af aðstæðum. Algjörlega. En bara til að bera það saman við aðra að þá því miður verður að skrifast að þeir hafa tekið þetta langharðast út samfélagið því að þetta er sko neikvæð EBITDA 290 milljónir, 52%. Og til samanburðar þá var Smárabíó mínus 10% og Bíó Akureyri og Laugarársbíó náðu að koma út í plús naumlega 1-3%. Þannig að því miður þá virðist þessi mikli rekstur hafa komið einstaklega illa út úr COVID, sérstaklega í samburði við peers, ef svo má orðið komast. Má ég kannski spyrja þig, hvað fellur undir samstæðuna þetta? Heyrðu, já, þetta er sem sagt all bíóhús samfélagsins sem ég taldi að væri 5 bíóhús, Keflavík, Laugarársbíó, nei ekki Laugarársbíó fyrirgefðu, Álfabakki, já, þannig að þetta Kringlubíó. samfélagið EHF, það eru bara sambíón. Já, og svo er Egilshöllin undir því. Já. En undir samstæðin er þá Laugarársbíó líka Nei, Laugarársbíó er independent. Já, og einmitt, já. Þetta er nefnilega ok, þannig við spólum aðeins tilbaka. Það eru 3 stóri playerar á þessum markaði. Það er Smárabíó, sem er líka með bíóhúsið Akureyri, Borgarbíó. Einmitt. Svo ertu með Laugarársbíó, sem virðast vera independent. Svo er komið að samfélaginu, sem eru sambíóin. Þeir eru með Kringlubíó. Þeir eru með bíóhúsið í Keflavík, Egilshöll, 4 og samkvæmt ársreikning var það Selfoss og Akureyri en ég get ekki séð að þeir séu á Akureyri þannig að þetta er svona maður þyrfti kannski aðeins að fá það á hreint en þetta er svona lauslega talið og þá er þetta 5 bíóhús sem falla hann undir og þeir eru allavega fyrir þetta langsamlega stærstir sko og hérna síðar þá er ég með svona lauslega reiknaða veltu per hús ef við náum að deila því þannig og fjöldaseldra miða en þannig að við höldum aðeins áfram hérna með þá að launahlutfalli hjá það með 40%. Þannig að samanlagt COGS, kostnaðarverð seldra vara og launa er 93% af rekstrartekjum sem að það er þungt. Mjög þungt og litar þetta ára af bara tapi því miður. Til samanburðar þá eru hin fyrirtækin að halda sér í svona 65% COGS plus laun. Þannig að það er klálega komið viðmið hjá okkar vinnum í... Já, hvað ætlaði við klikka þarna? Er það húsnæðiskostnaðurinn? Er það svona þungbært hérna í þessu? Hann helur þokkalega stórt, 195 milljónir. Hann virðist vera bara tæpur, svona 40% á sölunni. Já, akkurat. Það er eitt sem að ég náði ekki einu svona graf upp úr, sem að er mjög áhugavert, því að þú þekkir það náttúrulega með hvernig hann rekstur og yfirleitt þarf að kaupa aðföng til þess að selja það á hærra verði og svo þar fram eftir göttum. Það sem ég átta mig ekki almennilega á er þegar þú kaupir bíómiða, segjum á 1700 kall eða 2000 kall til einfalda dæmið. Hvað er Hollywood að taka mikið kött? Já, það væntanlega fellur undir kostnaðarverð seldra vara. Já við það er þarna sko, en ég átta mig ekki á því þetta er breytilegt milli fyrirtækjana, rokkar á bilinu 35 til 53%. Já, þetta er ágætis pæling sko. Flettur þessu upp eða? Nei, ég nefnilega fann þetta ekki hjá fyrirtækin á markaði heldur. Þannig að mögulega er þetta eitthvað breytilegt en það var áhugavert að vita sko hvort þeir séu bara að taka kött af seldum miða eða hvort þú sért upp front að kaupa myndina. Ég held að þú kaupir réttin þess vegna eru þú veist, bíóhúsin eru ekki með sömu myndirnar sko. Akkurat. En hvernig borgar það fyrir? Já, svo er það. Uncharted myndin. Það er náttúrulega eitthvað sem við hefðum þurft að kynna okkur. Við tökum, ég nefnilega er að hugsa ef Árni Sam svarar mér í síma síðar í dag, þá ætlum við að fá hann bara í business breakdown á bíómyndaðinnan. Hvernig væri það? Já, væri hægt að koma því hérna inn. Og gröfuminn í Hollywood líka. Já. Ég held það. En það er nú svona bara til að vera nettgeggju markmið. Heyrðu, þannig að svona rekstrarreikningurinn lítur svona út erfitt ár í bíómyndabransanum. Já. Og þannig að ég dempi mér hérna yfir í efnahagsreikningin hjá þeim þá má segja að það sem hefur litað samstæðuna undanfarin 5-6 ár er tiltölulega hátt skuldahlutfall eignir upp á einhverja 450 milljónir
skuldir 731 þarna í fyrra, þar af langtíma skuldir 362, þannig að við erum að detta á, varstu búin að slá upp lausafjárhlutfallinu 0,56? Er það 0,56? Já, fyrir 2020. Já, það veistu hvernig það var árinu áður? Var það hærra? 1,15. Já. Þetta náttúrulega bara COVID að tala. Já, þetta ég held við séum ekkert að senda pop og kók á 3 og þakka fyrir þess að 1 metra reglu í bíórekstri, sko. Nei, það hefur einn stílað þarna, sko, í þessum bæ. Sérstaklega 2 metra reglan fyrst, hún beit. Já, sú beit maður. Já. Það voru ekki bara bíóhúsin lokuð? Nú man ég ekki, langt sem ég farið í bíó, sko. En hérna... Jú, meiri hlutan. Ég held að einmitt 2020 hafi alveg verið skelfilegt ár, þarna. Ég held bara að þið hafi ekki einu sinni mátt selja, þú veist, bara 1/4 inn í salin eða eitthvað þannig, sko. Ég held að þið hafi bara verið lokuð, sko. Nei, þetta var bara ruthless. Já. Heyrðu, annað sem mjög áhugavert, þannig ég fari núna aðeins stökkur efnarsreiknum, ég nefndi ekkert að vera að spá í honum, ekkert það mikið, ég var svo hrifinn af þessu samanburðartölum við aðra og eitt sem að maður hefur lengi heyrt, hefur ekki heyrt þessa möndru bara frá þeim að krakki, þeir græða ekkert á því að þú sérst að kaupa miðan, þetta popsalan sem að rekur þetta. Maður hefur heyrt það. Já, ég held að allir heyrt þetta. Sko, ég myndi giska, nú sé ég þetta ekki á ársreikningunum að þetta sé eitthvað sundulið, en ég myndi samt alveg giska á að nammið sé, þú veist, bara á pari, jável, ekki herra, sko. Djöfull ertu segur. En það kannski mýta að fólk segja að þeir græði miklu meira á namminu, sko, því að ég held að það myndi þá bara vera 3.000-4.000 á mann, sko. Nammið, það ekki að fara að gera, sko. En kemur ekki óvart ef þetta væri svona á pari, sem að mér finnst samt alveg eiginlega sturlað, sko. Sturlað, já, ég er sammála því. Og þú ert bara eiginlega upp á 10, sko, með þetta. Sem sagt, samkvæmt Cinema World Group þarna og innlendum keppinaut, 3 bíó eða smára bíó. Þá var þetta bara, ef við tökum rekstur árið 2019 þar sem að þeir aðgreina aðgöngum með að selda vörur. Akkurat 50-50. Hvað er þetta? Bara upp á þetta er svona 51-49. Upp á milljón? Já, muna 4-3 miljónum þarna. Og er nammisalan herri? Nei, seldi miðar ef ég tek hérna, heyrðu, jú, fyrirgeðu, það er rétt. 380, nú er ég komið semast yfir í smára bíó 2019. Já. Árið sem að þeir velta hann einhverjum 763 miljónum, þá eru 380 af því í miðasölu, 383 í vörusölu. Þannig að, og ég get svo sem bara séð þetta frá húnni. Við löpum inn í smára bíó og það er 2 miðar og 3 og 4. Já, ég meina, þú veist, þarna þarf bara nammið per haus að vera dýrar en miðin. Já. Þannig að fólk greinilega, miðin á 16, 17, 1800. Já. Þannig að fólk greinilega að kaupa sér að meðaltali fyrir nammi á meira en 1800 krónur. Akkurat. Það er athyglisvert. Þannig að það fær mann svona líka til að velta upp þessu, sko, þú ert í rauninu með 2 business í gangi, annað er bara svona grjótart retail, þannig að þú þarft að vera þokkalega segur í álagningu og koma með góð tilboð. Það er alveg smurt vel ofan á það, sko. Já, og svo er hitt að betta á réttu veðhlaupahestana, sko. Hvað er að fara að moka landanum í bíó? Já, það skiptir máli. Já, og annað með þetta sem að gerir þetta kannski pínulegilegt að við séum að skoða árið 2020 út af þetta COVID-ár er að mögulega er ekki öll hlutfalli rétt miðað við árun og undan. Nei, þetta er nú töluvert heilbrigðari rekstur hérna árunum og undan, sko. Já, og bara þannig ég haldi áfram með hlutfalli hérna í sem sagt, ég er núna komin yfir smára bíó, smá útúr til að þeir voru með þessa aðgreiningu í sínum ársreikning, að þá er hlutfall miðasölunar orðið 67%, þannig að 1-2 metra reglan, og ég man eftir þessu, ég held ég að fara í bíó þar sem var bannað einhvern tímann að selja í hlé, það var regla 2020. Já. Og það greinilega býtur bara strax inn í tekjurnar, obviously, en það margir sem að... Mér finnst það skrítið módel, því að þú vilt, ég man háskólabíó byrjaði á þessu fyrir COVID. Já, það. Þeir eru undir undir smára, Já, smára veldinu. Keðinni, já, ég fann þá ekki sem sér. Já, en þau einmitt voru byrjuð að sína án hlé, sko. Já. Sem ég varst mjög skrítið því að fyrsta sem ég hugsaði var bara tekjutapið, sko. Já, akkurat. Og já, nefndi að sé einhver COVID-áhrif að fólk var að spara sem ég býst fast ekki. Þetta var fyrir COVID, sko. Já, ég er að taka bara dæmið úr semast 3 bíó, sko. Þá er þetta bara strax að
17% munur þarna í hlutvallinu, þannig að það er bara eins og það er. Já. Heyrðu, þannig að við förum svona aðeins að sjalla okkur nær lokunum, þá ákvað ég aðeins að slá því upp. Ef við miðum bara við 1700 kall, miðin, og tökum niður á bíóhús, þá getum við lauslega reikna hvað hvert hús er að selja miðum á ári. Og fyrir samstæðu þá er samfélagið stærst þarna fyrir árið 2020, selur einhverja 163.000 miða. Hvað sagðirðu, 163.000 miða. Og þá er ég bara, þannig maður birti áætlanir og annað, að þá tekið semst veltuna sinni 0,5, gerir ráð fyrir að hlutvalli sé 0,5, þess að miðasalan sé 50%, og deili með 1700 kalli, þannig að það er einn miði, 163.000 miðar. Þau eru með 5 hús, þannig að meðaltali eru þau með 32.000 miða hús, til samanburðar Laugarásbíó sem er svona independentinn í 105 með 44.000 miða, og höfuð og hærðar hérna er Smárabíó, sko, ef að þetta er bara reksturinn fyrir þá, og það voru einhverjum 120.000 miðar, sko. Þannig að þetta er svona, þetta er ekki til gaman. Bara Smárabíó? Já. Út af því að ég er ekki með samstæðuna þar og þar að leiðandi er Akureyri ekki þar undir. Þetta er alveg slatta bíóferðum, sko. Já. Veistu, hvað eru svona þessar vinsælustu myndir að laða? 40.000 manns? 40-50.000 manns? Er það meira það? Jú, býttu nú við, hvað það var rifist þetta hjá þegar Leynilöggan kom út. Já. Hann vildi meina Mýrin væri sölhæsta, þeir fengi einhverja 70.000, 80.000. Leynilöggan var eitthvað að narta klór í bakkan. Ég veit ekki hvað fór í 40-50.000. Nei. En þetta er helviti áhugavert, sko. Og það sem skiptir svo miklu máli í þessu, sem að við hefðum getað gefið okkur það, en ef þú skoðar árun og undan sem voru mjög góð, þannig ég komin aftur yfir samfélagið, að þeir eru að velta 2016 1,2 miljónum, 2017 1,4, 2018 1,5, 2019 1,3, og þá maður svona var eitthvað að byrja að býti í þarna 2019, fall Vá hefur alla áhrif á 200 miljónir. Heyrðu, ég fann bara hérna tölfræði að utan á heimasíðu sem að heitir, býtu, ég er að fletta þessu upp hérna. Er þetta Netflix-effekt eitthvað þannig eða? Sko, maður hefur hugsað það. En ég fann hérna The Numbers, Top Grossing Movies, og þá var staðan einfallega svo að 18 var bara stærra bíó ár heldur en 19. Já. Það er að sé upp á hvaða myndir er að koma út. Sem er pretty obvious in hindsight að auðvitað er það bara hversu vinsælar og góða myndir kom út sem að vandamáli mitt hérna þegar ég renni yfir hennar lista er að þetta var bara að mínum að þetta alveg ömulegt kvikmynda ár, þarna 2018, en samt fínt, þú veist, Black Panther, nummer 1, Avengers, Infinity War. Það eru þessar Marvel myndir búin að Incredibles 2, Jurassic World, Deadpool 2, Dr. Seuss The Grinch, Jumanji, Mission Impossible Fallout. Ég er bara auðun vinnur okkar með einu ennir og búin að horfa á þetta allt 10 sinnum, sko, en þetta er ekki minn tipolli, sko. Já, ég er ekki Marvel maður, sko. Já, heyrðu, þannig að en það er samt áhugavert að spá í því að auðvitað fer þetta eftir, sko, eftir myndum. Nú er til dæmis Avatar sem er held ég einsögulegasta mynd bara allra tíma. Hún kemur núna Avatar 2 árið 2022. Já, er það sami hvað heit hann? Abraham? Nei, er ekki James Cameron? Cameron, já, held það. Gæti verið. Og þannig að jú, auðvitað snýst þetta hvaða myndir eru að koma. Já, klálega, það stýrir þessu. Ég held að 2020, 2021, allan 2020 hafi ekkert verið sérstaklega spennandi kvikmyndár. Nei. Já, það var bara köttað á flesta framleiðslu náttúrulega á þessu tíma. Já, og annað áhugavert sem svo náttúrulega bara bíón lokuð og þú veist. Já, og annars ég mann sterkt eftir er það alltaf verið að fresta No Time to Die, James Bond, já. Hún átti að koma í mars 2020. Já, hún endar í, 2021 bara eftir sumarið eitthvað. Já, við erum að tala það, ég og Auður með einum enni, við vorum bara detta á forsýningu þarna á föstudegi klukkan 2 í Kringlubíó einhvern tímann í september, sko. Já, sér það, sko. Já. Þannig að þetta var ekki heilla ár. Nei. En 21 gæti orðið stórt því að það koma þarna nokkra sprengjur, Leynilöggan,
James Bond það var einhver Marvel mynd, eða ekki? alveg Jú, eflaust sko, þetta helvítið Koma 15. Marvel drast sko. Poppar upp eins og gorkúlur hérna, Já, 15 myndir á ári. gott eða Matrix, nei, hún var nú 9 janúar en já, heyrðu, þannig ég fari bara að draga þetta saman. Já, þú fórst ekkert yfir sjóðstreymis yfirlitið á þessu sinni? Ég Ekkert frekar en fyrir daginn? Nei, ég kalla það gleymstreymi, ég gleymi því svo hratt. Jú, það er svo sem allt í lagi að renni yfir það, maður bara vill ekki vera kveljani til Nei, þetta er bara til að draga þetta saman, er þetta ekki bara hérna, þeir eru með 9 milljónir inn á banka í byrjun og enda með 8? Jú. Það er handbæri fjöð. Já, fjármögnunarhreyfingar upp 177 milljónir, þeir tapa 178, handbært fjöð frá rekstri. Já. Þannig að þetta er ruthless, ég er bara, ef að menn eru still going strong, þá stend ég með þeim sko. Já. Þannig ég dragi þetta aðeins saman. COVID hakkaði bíóhúsin 2020 og ég tek hattinn ofan því að við erum ekki orðið var við eitthvað vikulegt væl hjá þessu fólki þegar áttu verið mikið tekjutap. Já, algjörlega. Það fór lítið fyrir þeim Já, í þeirri umræðu sko. Í rauninni með hvað þetta er hróttalegu samdráttur í tekjum sko. Ég er mjög ánægður að við höfum komist í þetta miðaverð versus söluverð. Já, ráhugavert. Það er bara, já, poppi er það sem stendur upp í bíómiðanum. En hugsaður álagninguna á poppinu. Þetta er sko pop, þetta eru mægisbunir. Þú veist, þetta er bara frí auðlind nánast sko. Þetta er það ódýrt. Og þeir selja, ég veit ekki hvað verðið er í dag, en það kemur ekkert óvart ef ég fengi bara miðstara poppi bara á 500-600 kall. Örgulega meira sko. Þú veist, hugsaðu bara álagninguna á þessu sko. Þú veist, það er örgulega svona 3% sko. Það er rétt. Þetta er sturlað. Já, þannig flaggi bara, ég var í eitthvað svona smá möki með þetta Smára bíó eða 3 bíó EHF virðist eiga bíó sem fyrir norðan en sambíón eiga bíó í Egilshöll og Keflavík svona heilt yfir, þessi bransi er fákjöfnsmarkaður þetta eru svona 3 blokkir basically þeir Smára bíósmenn og svo samfélagið og svo Independents í Laugarósnum ég held að harðasta samkeppnin í þessu er bara við netið að þetta sé muna að vara að koma í bíó og slaka á já, svo bara má aðeins velta því upp eins og með háskólabíó og nýtinguna hvort að það gæti verið að nýta salin í eitthvað annað yfir daginn, það kemur ekki fram í ársreikningunum. Já, það er náttúrulega, þetta er eigu háskólinn náttúrulega notar salina fyrir kennslu. Já, á daginn sko. Já, en ég þekki nú svo sem ekki hvernig. Og ráðstefnur og annað, maður eiginlega bara sér ekki hvernig það spilar inn í þetta, þannig að það er bara vanþekking og skortur á research kannski. Já, en hvað segir með pingjuna? Er hún djúp eða grunn eða hvað? Hún virðist vera þokkalega grunn og ekstralega séð upp úr 2020 eins og staðar í dag, já. Og eins og kom fram með skuldahlutvall og annað, það er neikvætt eigið sem við höfum ekki séð áður sko. Nei. Þannig að það er eins og þessi búið að fletta pingjuna bara til öfugt. Við þurfum að finna kannski einhver betri orðatiltæki yfir neikvæða pingju sko. Já. Það er allavega, það er engin arður. Nei. En ég held að horfa til betri vegar leiðilegt hvað er mikið undir Hollywood með þessar helvítis myndir sem er að koma ég held að við þurfum bara að treysta betur á íslenska framleiðslu að keyra okkur í bíó og bara stend með samfélaginu og fleirum í þessum bransa að standa beint. Já, ég líka, ég held með þeim. Yes, heyrðu, þá er þetta bara bíó yfirtekt lokið. Já, heyrðu, þá bara förum við úr bíóinu og beint yfir í pizzageran. Það er fyrirtækið, eða pizzustæðurinn Flatey Pizza sem ætti nú að vera orðin svona flestum þegnum þessa samfélags kunnug. Ég held að allir Reykvíkingar sjóðinni nokkuð með þetta. Já, og bara frábæra pizzur. Ég rendi aðeins yfir þetta. Þeir eru staðurinn stofnaður 2017 og rekur í dag 4 staði. Það heitir Reykjavík Napoli EHF. Já. Og þetta er í eigu 5 aðila. Það eru Brynjar Guðjónsson, Haukur Már Gesson, Jón Davíð Davíðsson og Sindri Snær Jensson. Og þeir eiga allir hvorum sig 23% hlut í félaginu og svo að lokum kemur Sveinn Rafn Eiðsson sem á 8% hlut. Eða sem á 8% hlut. Á staðnum, á Flatey, þar eru framleiddar svona hágjaða pítsur eftir aldagömlum hefðum sko bara alla leið frá Napoli og
Ég haf haft orð á því að það sé áhersla lögð á bæði vöndu hráefni og handbragð og það bara passar mjög vel við mína upplifun af þessum stað. Ég er mikill aðdáandi. Ég ætla að taka það fram að þessi ársreikningur ná bara til ársins 2020 og því að þeir opna sinn 4. stað í júlí 2021 á Selfossi, þannig að gögnin taka ekki mið af þeim stað. Já. En þarna þeir eru þá með 3 staði starfræka í lok árs 2020. Eru með það, voru þeir komnir á í Garðabæinn þá eða? Já, þá eru þeir komnir í Garðabæinn sko. Þeir og mathallinnar? Já, mathöllin er já, 2018 og 2020 í Garðatorgi. Opnaðir. En herru, við skulum bara byrja aðeins að rýna í tekjurnar. Við förum bara aðeins yfir söguna. Það opnaði í október 2017 og það er á Grandagarði og velta 51 milljón króna fyrsta árið. Fyrsta árið er í rauninni bara 2,5 mánuður. Opnaði þannig í október. Júli, það er vel gert. Meðan október. Þannig að þeir byrja sterkt. Herru, 2018 þá eru þið að velta 241 milljón króna. Og þar opnaði nýjan stað í desember það árið sem þetta á Hlemm. Þannig að þarna erum við að sjá bara gríðarlega aukningu strax en það erum við ekki að tala nema 2,5 mánuð á fyrsta árinu en enga séu vel að sé vikið. 2019 þá veltaði 367 miljónir króna. Það var engin nýr staður það árið. Og svo í júní 2020 opnaði 3. staðinn og það er á Garðatorgi og þar endaðu með 401 milljón króna veltu. Svo þetta er frábær vöxtur á milli ára. Þetta er 30,8% meðal tekjuvöxtur á milli ára 2018 frá 2018 til 2020 og já, bara nokkuð vel að sé vikið verð ég að segja. Og til að koma með smá svona létta tölfræði inn í þetta, eða tölfræði er bara svona skemmtilega staðrind, ef við tökum saman segjum sem svo að við tölum í Diavólum sem er pizza og matseli hjá þeim. Já, mín uppáhalds og segjum þú kaupir Diavólum með gósi út á Grandagarði þá má áætla að árið 2020 að 146.990 Diavólur með gósi hafi selst. Segðu þetta einu sinni, 146.990 Diavólur með gósi. Og þetta er að sjálfsögðu bara verðið á gósi og Diavólum deilt í sölu á pítsum það árið. Tók eitthvað pizzaæði yfir í COVID eða voru menn að hakka í sig? Já, ég allavega upplifði það þannig að þetta var svona Hlemmur mathöll var svona létt allavega það var svona djamstemning þarna það var lokað lokaði oft bærinn náttúrulega 11 eða 12 eða hvernig sem það var og fólk var oft þar bara hékk þar með flatei pítsu og bjór og náttúrulega eru með dælu þarna og þannig að huggulegur staður. Já, ég veit ekki en við erum allavega og ég held ég sé ekki að rugla Haukur einn af eigendunum var nú eitthvað með puttan í að koma Hlemm á lakirnar. Já, gæti verið, ég hef ekki kynnt með það en... Jó, ég held ég sé að kannast ekki það? Já, þetta eru 1000 þjala smiðir eigendurnir það er nokkuð ljóst Ef við förum aðeins yfir koksið að vörunotkun eða kostnaðarverð seldra vara þá var árið 2020 þá var þetta 109 milljónir króna sem er 27,3% af sölunni og það gefur okkur að álagning sé 266% sem er slatta álagning því að en maður hefur vissulega heyrt að pizzabransinn sé svona einhver hæsta álagningin bara sem gerist í matvæla bara í matabransanum Ég hafði ekki heyrt að það væri akkurat við pizzagerin en ég hafði heyrt það sem að gerir þetta svona dýrt við pítsur er íslenski osturinn. Flest allt annað hráefni er tiltölulega þægilegt, hveiti, vatn, ger, botnin, sósan, svo dettur í ostinn og það er aðeins spækar verðið. Það getur alveg vel passað Ég held að þetta sé kannski minni framleið hér eða álagning heldur en annar staðar í heiminum.
en enga síður 266%, en sem nú reynda minnsta álagningin sko, minnsta álagningin hjá þeim árið 2020, þeir hafa alveg verið yfir 300% 2017, 18 og 19. Þetta í rauninni að við tökum meðaltala af þessum 4 árum, þá þetta 300% álagning. En ég meina, ég fyrirgefði það alveg alla leið, því að þessar pítsur eru bara gulls í gildi. Bara smá samanburður, þá tók ég Domino's og Castello. Þetta eru kannski ekki samanburðarhæfi staðir, en þú veist hvað var það álagningu, þá alveg hægt að skoða það. 2020 Domino's með 220% álagningu og Castello með 238%, þannig að Flatey að leggja þarna mest ofan á. Þetta líka premium spot. Já, algjörlega, svo það. Þetta upplifun, sko. Domino's náttúrulega ekki með veitingastað. Nei. Ja, það náttúrulega vissilega hægt að setjast niður, en þetta nú ekki svona þessi sama stemning, sko. Annað sem geti líka spilað inn í mér, þetta var bara í hug út frá sjálfum mér, að þegar maður fer, maður gjarna að fá sér rauðvínsglas algjörlega. Og eitthvað áfengi sem náttúrulega eins og þekkist með. Já. En svo það náttúrulega líka inn í söluverðinu, bjórinn og rauðvínið og það, sko, þannig að það lækkar eflaust framleiðar hlutfallið, álagninguna, sko. Þannig að en það engin leið að sjá það sundurliða. Nei. Hvernig þetta selt. Nei. En við förum aðeins inn í launin. Það var þetta ársverkin, þau voru 25 árið 2020 og hafa vaxið 32% af miðaltali á milli ára frá opnun, sem þá bara í takt við tekjuvöxt. Og laun og launatengd gjöld eru 174 milljónir króna árið 2020 og meðan við 25 ársverk á árinu þá eru þetta 580.000 króna kostnaðar á meðaltali á mánuði á hvert starfsmann. En ef við tökum launatengdu gjöldin frá, sem að ég vet sem kannski svona 20% heildarlaunum, þá þetta 464 krónur á mánuði per starfsmann. Árið 2020, ég meina, maður hefur nú alveg heyrt verið laun. Og þetta nú held ég ekki hár starfsaldur þarna eða gamalt starfsfólk, þannig að þetta bara allt í lagi laun, myndi ég segja. Já, þetta ekki það sem margir kalla svona entry level job? Jú, algjörlega. Baka pítsur og hafa gaman. Algjörlega. Já, ég efast ekki það. Rest og skemmtilegt fólk þarna. Herru, EBITDAn, 43 milljón króna EBIT árið 2020, það 10,8% hlutfall. Það ekki bara þokkalega myndalegt? Sko, þetta töluvert lægra en árinu undan, sko 2018 og 19 var hlutfallið 17,3%, en ef við tökum bara meðal EBITu frá 2017 og til 2020 þá þetta 15,9% EBITA framlegið hlutfall, sem í rauninni bara stórgott. Það ekkert yfir því að kvarta. Sko, og sérstaklega í samanburði, ég tók Domino's og Castello enn og eftir kannski ekki beint samanburðarhæft, en bara svona upp á að kíkja á þetta. Domino's með 3,9% EBITA hlutfall og Castello 3,6%. Þannig að í rauninni bara Flatey að gera nokkuð vel hérna. Já, höfuð og herðar yfir þrátt fyrir þennan EBITA samdrátt ef svo má hann komast. Já, kannski hefur það bara verið expansion mode, ég veit það ekki. Ef við komumst að því. Og svo hagnaðurinn bara, ef við rúlum lett yfir hann, hreinn hagnaður rúmar 23 milljónir krónar 2020 og ef við draugum saman sko hagnaðinn bara frá árinu 2017 þá þetta rúmlega 102 milljónir króna hagnaður yfir þessi 4 ár. Já, í rauninni sko 3 ár og 3 mánuðir, því að 2,5 sko. Þetta svona 39 mánuðir. Ætli það sé ekki ágætis return on investment fyrir þá sem lögðu á stað? Já, lítur út fyrir það. Ég meina að þetta 2,6 milljón krónar hreinn hagnaður á mánuði að meðaltali sko, ef við tökum þessa 39 mánuði. Ég held að sé bara nokkuð gott sko. Og þannig að já, það ekkert út á þetta sitja og ég held að menn séu bara nokkuð sáttir með þennan rekstur. Ég væri það allavega. Herru, svo það efnahagsreikningurinn, fljótum aðeins inn í hann og þar sko fór ég að skoða söguna aftur og sé að sko árið 2020 fasta fjármunir félagsins 82 milljónir króna. Þeir fara allir undir innréttingar, tæki og tól og hafa verið færðir niður 25,3% frá afskrifaðir í rauninni. Og bara til að fara aðeins yfir söguna þá kaupa fasta fjármunir árið 2017 fyrir 21,5 milljón króna. Sem bara til að standsetja fyrsta staðinn, koma honum á stað og
væntanlega pizzaofn og innréttingar og fleira. Já, og það ekki stólar og ból Já, og allt þetta, bara innréttingar, skilur við. Já. 2018 þá opnar nýr staður á Hlemmi. Þar eru keyptir fasta fjármunir fyrir tæpar 38 milljónir króna. Þannig að það hefur kostað líka sitt að innrétta það og allt sem því tengist. Akkurat. 2019 þá engin nýr staður og þá var lítið eitt í þessa fasta fjármuni. Þetta eru tæpar 4 milljónir króna þar. En svo sjáum við 2020 þá opnar Garðatorgið og þar eru keyptir fasta fjármunir tæpar 47 milljónir króna. Þannig að heilda fjárfesting 110 milljónir króna yfir þetta 39 mánaða tímabil. Þannig að það er í rauninni öllu til tjaldað. En það magnaða við þetta er að það virðist einungis hafa bara verið tekið lán fyrir svona 8 milljónir króna í byrjun ársins 2017. Já. En við skulum kíkja hans betur á það á eftir en það virðist vera sem að þetta sé að mestu leiti bara fjármagnað með eigin fé sem er nokkuð vel að sér vikið. Já, þetta er bara mjög áhugavert. Já, og svo förum við yfir í veltufjármunina, bara kannski til að taka það fram að eignir skiptast í fasta fjármuni og veltufjármuni. En veltufjármunir 2020 hjá Flatey eru tæpar 14 milljónir króna, það er svo sem ekki mikið til frásagnar hérna. En það er hambaraféð sem ég vil oft kíkja á, sem er bara cash on hand, Pingjan, það er basically pingjan, og það eru tæpar 2 milljónir króna og þú veist, það er heldur lítið í pingjunni í lok árs 2020 en þeir vissulega greiða sér út arð á árinu. Þannig að það er allt gott og vel. Kíkjum aðeins yfir skuldirnar. Það er langtíma skuld, það er ein langtíma skuld og það er tekjuskattskuldbinding upp á rúma 7 milljónir króna. Já, og svo ég kannski komi inn á þetta lán sem þeir tóku í byrjun sem var upp á tæpar 8 milljónir króna en já, það er náttúrulega það sem ég verð að lasta er að það er ekki hægt að sjá sjóðstreymið í þessum reikningum. Þannig ég rauninni get ekki fullvissa að það hafi verið 8 milljónir króna en allavega í lok árs 2017 þá stóð þetta í 8 milljónir króna og ég nenni ómögulega að reikna út sjálfur hvað það var þarna í byrjun en ég trillist þegar ég sé ekki sjóðstreymi í þessum kringumstæðum. Já, hugsa ég fyrirgefnum þetta. En þeir greiddu allan upp þetta lán árið 2019 og hafa verið bara langtíma skuldlaus síðan fyrir utan þessa tekjuskattsskuldbindingu sem er svo sem hægt að sjá bara hjá mörgum félögum. Þannig að það er ekkert óeðlilegt við það. Þannig að bara frábær árangur að koma þessu öllu á koppinn, þessum 4 stöðum bara nánast án þess að taka lán. Já. Skammtíma skuldir, skautum aðeins í það er 24,5 milljón króna. Í rauninni ekkert mikið til frásagnar þar, það er kannski já, bara að fá fólk til að kíkja á það sjálft ef það hefur áhuga því. Já. En svo er það skuldahlutfallið, það er 33,1% sem er bara langt innan eðlilegra marka í þessum bransa og þú veist, og hraður vöxtur og þannig að þetta er bara stórfínn árangur. Við getum örugglega fundið einhver sambærileg fyrirtæki í vaxtafasa sem eru stifgýruð. Já, alveg 100%. Ég kíkti það. Að sækja svona vöxt. Já, ég meina Dominos, það er náttúrulega kannski ekki miklum vaxtafasa, en það er svona rótgróið fyrirtæki. Þeir eru í 32%. Þannig að það er nokkuð gott fyrir fyrirtæki í þessum mikla vexti sem Flatey er að vera bara þarna í 33% skuldahlutfalli. Já. Castello var töluvert herra og þannig að bara, já, nokkuð vel að sér vikið. En þá komum við inn á skammtíma greiðsluhæfi og það er metrik sem ég hef mjög gaman að. Það er veltufjár hlutfallið 0,56 sem er stór hættulegt veltufjár hlutfall. Já. Lausafjár hlutfallið er náttúrulega ennþá lægra. Það er harðari mælikvarði á skammtíma greiðsluhæfi. Þriðja testamenti, þeir hafa... og það er 0,47 sá stuðull. Þetta eru í rauninni, myndi fólk halda að þetta sé stórhættuleg hlutföll sem sagt að hafa þau undir einum en það sem þeir hafa er að þeir eru náttúrulega með stórfína rekstur og ættu eflaust ekki í minnstu vandræðum með að mæta skammtíma áföllum með bara einhvers konar langtíma lántöku
og þeir mættu alveg við meiri skuldsetningu sko. Já, allir binni í bankanum séu ekki að Já, við þurfum eiginlega að heyra í binna með það. Já. En það þannig að ég hef í rauninni engar teljandi áhyggjur af þessu lága hlutfalli hjá þeim sko. Nei, og eigendurnir eru rock solid. Já, algjörlega. Allavega þeir tveir sem ég þekki til, Binni og Haukur sko, og hinir eru í alls konar rekstri, ég held að þeir hafi nú verið tilnefnd til viðskiptamanna ársins. Já, þeir mitt, maður hefur heyrt þeir að getið á mörgum vígstöðum. Já, þetta er svona nútíma kaupsýslumenn. Algjörlega, bara til fyrirmyndar sko. Í rauninni komni með einhvers konar bara veldi af alls konar dóti sko. Já, í rauninni sko. En já, og þá er kannski svona síðast til að skoða bara eigið, það er óráðstafað eigið upp á rúmar 60 milljónir króna, þannig að þeir eiga nóg inni. No cash og þeir hafa greitt út arð fyrir 42 milljónir króna árunum 2019 og 20 voru hóflegir 2017 og 18 og söfnuðu í pingina svo 2019 og 20 þá greittu þeir út samanlagt 42 milljónir króna og það er mín skoðun að þeir hafi bara haft fullan rétt á því. Já. En til að draga saman bara frábær rekstur hjá Flatey. Ég vil fá að lasta sjóðstreymið, það vantar og ég trillist, eins og ég segi. Ég sé ekki sjóðstreymi. Ég veit ekki af hverju ég er alltaf að velja ársreikninga sem eru ekki með sjóðstreymi því að þú ert alltaf með það. En viltu ekki fara yfir það? Nei, sjóðsgleymir sko. Sjóðsgleymir, einmitt. Nei, en annars bara rekstur til fyrirmyndar ágætis ársreikningur, bara fínustu skýringar. Já, þetta er bara flott. Og já, bara ég myndi vel segja bara svona hlutfarslega djúp pingja sko. Já, mjög. Það ekki? Aðdánuverð staða. Já. Það var ekkit aðgreint. Þeir náttúrulega gátt bók fyrir jólin, held ég. Já, pítsubókina. Já. Einmitt. Já, ég á eftir að glugga í hana. Já, ég líka. Það er bara næsta dagskrá. En það er líka gaman að segja frá því. Þetta er svolítið sérstakt að fara út að borða fyrst. Já, maður er svona vanur að taka vinahópinn og fara í kannski svona smá, hvað getur maður sagt, prógram þegar þú ert að fara út að borða, eru pantaði fórdrykkir og rauðvínsflaska og matur og þetta er kannski svona 2-2,5 tíma session yfirleitt. Síðast þegar við fórum á Flatey, þá náttúrulega gerðu okkur ekki grein fyrir að þeir baka pítsuna á held ég einhverjum 60-90 sekúndum. Þannig að við vorum bara komni með pöntunna einhverjum 4 mínútum eftir við pöntum. Og maður er alltaf fljótur að fá þetta í hendurnar. Já, maður svona fyrir að hugsa veldur hraða byrða sko. Ég get trúa að þeir sé að velta fólki í kringum á klukkutíma sem mjög hratt því að maturinn kemur svo fljótt. Já, einmitt. Já, það er metrik sem við þurfum að skoða betur. Veldur hraði byrða. Já, það er kannski, hann er væntanlega mjög hraður hér vegna þess að þetta er bara hveiti og ger og já, er samt mikið bara hráefnum sem að þarf bara endurnýja reglulega. Já, akkurat. Og svo eru þeir að selja fjandi nóg þannig að þeir liggja ekkert á einhverjum byrðum, einhverjum svona teljandi byrðum sko. Nei, en bara heilt yfir geggjaður staður og greinilega allt í toppmálum. Já, algjörlega, jú, bara stórfínt og já, þannig að þá bara er þessi loki allavega í dag. Það er ekki fleiri ásendingar eða? Nei, ekki að bili. Nei. Ekki bili. Þannig að það var kannski bara til að leiðrétta þennan misskilning sem kom að menn voru að spyrja út í Tosti. Já, einmitt. Sem sagt bara að komið fram að þetta er ekki herferð á vegum Dusty e-sportsliðsins Nei, einmitt, við fengum komment á það sko. Já, það er einhver flökkusaga sem sagt að menn voru að tjögga Tust eftir headshot í Dusty. Já. Í e-sportsliðinu Dusty og þess vegna fóru menn að segja Tusti en það er ekki það. Óttar var bara alltaf að segja Tusti þegar út af því að hann sagði að þetta væri svo tasty en við bara hvetjum alla til að smakka Tust í edrúar algjörlega og viljum leiðrétta þennan leiðilega miskilning sem hefur verið í gangi á félagsmiðlum. Það er búið að vera að ganga mann á milli. Já, Áspjörn eigandi, það er beinan samband við okkur. Já, frábært drykkur og mælum mikið með. Já, þannig að erum við dottnir í Bella Ciao eða? Ég held það, bara loka þessu. Og við kannski bara lokum bendum enn og aftur að eða úr vifta á það sem er í gangi hér. If you're a fan, skilur ég var ekki viðskastöðin að þessi. Þá er það bara, við erum að byggja eftir feedbacki. Við viljum fá algjörlega. Feedback. Bara fá bara stjörnur á þetta. Bara stjörnur, ít og follow. Og ef þið hafið gagnrýni, þá bara sendið á okkur. Klárt. Við erum ekki yfir hana hafnir. Ég fekk þetta uppbyggilega fyrir austan að við varum þessi blanda af rússalerki og evróplerki.
sem er erfitt að lesa í, þannig að ef að fólk með eitthvað svona aðeins hnitt meira, þá tökum við því. Já. Og eins, ef þið eru með einhvern ársreikning sem að þið viljið gauka á okkur, þá var alveg gaman að fá sendingu líka. Já, það er bara spurning hvert á að senda, bara á okkur persónulega. Já, Iti og Arnar Þór og Yngvi Þór, við náttúrulega gleymum alltaf að segja nöfnum okkar. Heyrðu, já, við gerðum það í fyrsta þætti. Já. En bara endilega, og þetta er inn á Apple Podcast og Spotify, þannig að bara, go nuts, sko. Já. Það er hægt að gefa review og ég veit ekki hvað. Akkurat. Herðu, við bara þökkum fyrir okkur í dag og heyrumst aftur á viku liðinni. Takk í dag. Yes.